brjótast inn drottin, að þá erum við örmagna, en þá ert þú í faðmi þínum heldur okkur fast. Örugg erum við þér, heilagi Faðir. Takk Jesus. Takk Jesus. Halleluja. Takk Jesus. Syngja blessunar orðin yfir börnun okkar, yfir barnabörnun okkar, yfir okkur sjálf, yfir þá sem að eru, að Guð með okkur alltaf. Halleluja. Syngjum þetta saman. Halleluja. Ó Jesus. Ó kararalala kiriralalala doria. Halleluja. Ó Jesus. Við blessi á þig og hann veitir þér náð
þessum kringustæðum, þegar við ráðum ekki við þær, að það er akkurat það að geta verið í hans náð og hans frið, að hann upplifti sínum ásjónum yfir okkur. Amen. Og ég hef svo sannarlega fengið að reyna það þennan mánuð að Jóel minn í hans höndum. Sama hvað gerist, þá get ég ekki breytt því. En ég get eitt. Ég get sagt, megi hans veldi vera með þér. Hverri kynslóð fram að kynslóð. Þínu fólki, þínu börnum. Þetta getum við sagt, þetta getum við játað út í heiminn, að hann muni vera með börnunum okkar sem eru ekki að ganga jafnvel á Guðs vegi. Amen. Amen. Ég var að syngja þetta, fann ég bara að ég söng þetta út til barnanum minna, 2 drengi sem að vita hver Jesús er. Þeir þurfa að taka afstöðu. Þá er ekkert annað hægt að gera en að segja að Guð blessi og vendi. Augleit Guðs lýsi á þig og hann veitir þér náð. Sannarlega. Amen. Amen. Það sem gerist í þessum ósýnilega hefur áhrif á þennan sýnilega. Það er svolítið athyglisvert að Dagný minntist á ömmu sem var bænahermaður og þessi kynslóð sem að amma... Já, bitte. Þessi kynslóð sem að amma kom var, hennar kynslóð, hún lifði og hrærðist í þessum heimi, eða bænaheimi. Og ég ætlaði að tala það eina sem ég kann að tala bænina. Og í dag, vegna þess að ég trúi því að okkar kynslóð þurfi að taka við keflinu. Ég virkilega trúi því. Það ekki nóg bara að segja, já, amma, hún gerði það. Það var kynslóð á dögum Jósúa, svo kom önnur kynslóð á eftir Jósúa sem þekkti ekki ömmu, eða þekkti ekki Guð. Þannig að það er svo mikilvægt að við sem kynslóð, að næsta kynslóð fá að þekkja Guð. Hugsið ykkur að það er kynslóð af ungu fólki, það veit ekki einu svona að Guð er til. Þau halda bara að þau séu hérna fyrir tilviljun. Að það hefði bara eitthvað orðið og það þykja vísindi í dag að segja að maðurinn sé hér fyrir tilviljun. Það er ekki vísindi, það er heimska. Þú og ég og mörg okkar höfum við yndi af því að skapa. Maðurinn er að skapa málverk, maðurinn er að skapa alls konar list, hann er listskapari. Maðurinn hefur skapað alls konar hluti sem við notumst við í dag. Hann getur skapað meira segja svona tæki sem allir eru límdir við. Guð skapaði ekki manninn svona, en maður gæti haldið það í dag. En sjáðu, maðurinn er skapari, af hverju getur þá ekki verið til Guð sem er skapari? Sjáðu, við erum sköpuð í hans mynd, segir Biblían.
Við erum sköpuð í hans mynd. Og þess vegna það að við þurfum að kenna næstu kynslóð að Guð til og það hægt að vera í sambandi við hann. Það gerist ekki hérna á skjánum, það gerist bara beint, það bein lína. Og þessi lína, hún kölluð bæn. Það var einu sinni svona slókan sem var að Guð væri bara einni bæn í burtu og hann það, hann ekki lengra í burtu en það. Og mér langar að taka hérna nokkra ritningastaði. Það eru 3 ritningastaðir sem mér langar að byrja á að lesa fyrir ykkur og sá fyrsti í 1. Pétursbréfi 4:7. Þar segir verið algáðir og gætnir til að biðja. Það segir, þessi ritning segir að ef þú algáður, ef þú edrú, að þá ertu tengdur við skaparann þinn Guð. Næsta ritning í Kólossubréfinu, 4. kafla og það 2. og 3. vers. Þar segir, verið stöðug í bæninni, vakið og biðjið með þakkargjörð. Við sögðum að ef við værum algað þá biðjum við. Síðan segir, verið stöðug í bæninni, vakið og biðjið með þakkargjörð. Og næsta vers, biðji jafnframt fyrir mér að Guð opni mér dyr fyrir orðið að ég geti boðað leyndardóm Krists. Hans vegna ég nú í böndum. Og sjáðu til, sumir segja, við þurfum ekki að vera að biðja alltaf, við höfum bara verið í trúboði. En Páll, hann sagði að við þurftum að biðja, vera tengd við skaparann ef við ætlum að boða trúna á hann. Núna á kotmóti þá var kona, hún var að tala trúboð og hún var að tala hvernig við getum miðlað trú okkar og hún var að benda á það að það væri besta leiðin í okkar vinahópi. En svo miðlaði hún dæmi hvernig hún var að vitna fyrir vinnufélaga sínum og meiri hlutin af hennar vitnisburði var að hún var að biðja til Guðs fyrir honum, síðan opnuðust dyr að hún gat talað við hann Guð. Þannig að ef þú ætlar að tala við einhvern Guð, þá gott að þekkja Guð sjálfur eða sjálf. Vegna þess að, já, við segjum ekki frá ömmu ef við höfum aldrei átt ömmu. Við segjum heldur ekki frá mömmu ef við höfum aldrei átt mömmu. Þannig að ef við ætlum að segja frá Guði að þá gott að þekkja hann sjálf og við kynnumst honum þegar við tölum við hann. Og þetta sem ég að tala núna, Páll hann lýsir þessu í 1. Tímóteusarbréfi 6:12 að þetta sé trúarinnar góða barátta. Þetta trúarinnar góða barátta að biðja. Vegna þess að þegar þú byrjar að biðja þá eins og allt æpi á þig til að fá þig til að hætta að biðja. Þannig að þar kemur ósýnilegi heimurinn inn. Hann vill ekki að þú biðjir. Hann vill ekki að þú sér tengdur við skaparaninn. Og það ekki bara ósýnilegi heimurinn, það eru ósýnilegar andaverur í þessum ósýnilega heimi. En mig langar, ég kom hérna með blað sem heitir Persecution, þetta kemur út mánaðarlega. Og ég búinn að lesa þetta allt spjaldan á milli. Það tileinkað Íran núna þennan mánuðin. Og ég ætla að vitna hérna í einn mann sem heitir Sara og hann kristinn Írani. Hann segir svo, ég neðanjarðar kristinn, underground, og ég þarf að þjást fyrir trú mína. En ég get ekki nefnt nafnið hans á þess að fá tár í augun.
Hugsið ykkur. Ég get ekki nefnt, hann þjáist fyrir trú sína, hann getur ekki nefnt þetta nafn Jesús nema hann fái tár í augun. Og hann segir, ég vona einn dag fái ég að hrópa yfir allan heiminn og segja frá þeim og segja þeim frá þegar Guð bauð mér, svona upplifir hann, Guð bauð mér að verða hluti af sinni fjölskyldu. Er þetta svona dýrmætt í þínum augum, trúin á Guð? Færðu tár í augun þegar þú hugsar, segir nafni Jesú? Eða er þetta bara einhver? Já, Jesú nafni. Eða, hér er maður sem þekkir Guð. En svo við höldum áfram, þetta hefur ekki alltaf verið svona í Íran. Og ég ætla að vitna í annan mann sem var, hann heitir Tat Stuart. Hann var trúboði í Íran á árunum 70 til 80 þegar að Íslam tók Íran yfir. Og hann segir svo kirkjuna í Íran. They went from a sleepy once a month members to a church on its knee. Ég segi þetta bara eins og hann segir það og svo ætla ég að þýða það. Þeir fóru frá því að vera sofandi kirkja, þeir komu kannski einu sinni á mánuði í kirkju og urðu kirkja sem var grátandi á hnjánum. Það breyttist í Íran, bara á einu augnabliki. Í Opinberunarbókinni 12. kafla og 12. vers, þá er okkur sagt það að þessi ósýnilegi höfðingi sem heitir Satan, hann sé stiginn niður til jarðarinnar í miklu móð. Af því hann veit hann hefur skamman tíma. Hann veit það. Hann veit að Guð ræður. Hann veit hann hefur skamman tíma og ég var að hugleiða þessi tími sem við lifum á, er þessi ritning kannski að tala okkar tíma í dag. Að allt þetta sem er að gerast í hinum ósýnilega heimi er höfðingi þessa heims á fullu og við tökum ekki eftir því. Og margir kristnir jafnvel ganga í lið með honum á þess að fatta það. Koma undir hans fána. Það finnst mér með ólíkindum. En í þessu blaði, og mér langar aðeins að vitna í það, að það er mjög svona öfugsnúið að þeir gefa fyrsta sæti fyrir þjóðir sem eru ofsóttar. Og það er þjóðirnar sem hann nefnir, það er Afganistan sem er versta landið. Afganistan er versta landið í heiminum í dag, sambandi við ofsóknir. Á eftir kemur Nígería. Þar er fólki slátrað daglega í ég held að sé Mið-Íran, Nígeríu. Það er ákveðnu svæði, það er svæðisbundið að fólk þarf að flýja frá heimilum sínum og fólk hefur þurft að yfirgefa jarðir sínar vegna ofsókna. Síðan er það Íran. Þar sem þetta er að gerast að kristnir eru ofsóttir. Og það er sérstakt fangelsi sem kristnir eru settir í, sem heitir Evan-fangelsið. Og þar eru þeir pyntaðir. Og spurning erum við núna svona sofandi kirkja að við viljum ekki vita af systkinum okkar sem er að ganga í gegnum þetta, eða viljum við taka þátt í þessu stríði og biðja fyrir þeim? Viljum vera með í hernum sem skipa sér í skarðið og biður fyrir, eða eigum við bara að sofna og gleyma þeim? Ég segi nei, við eigum að vita
Og það kemur okkur við ef að systkin okkar eru pyntuð, ef að þau eru drepin, ef að þau líða. Það á að koma okkur við og það kemur okkur við. Við eigum að biðja fyrir þeim, við eigum að veita þeim alla þá aðstoð sem í okkar valdi, við eigum að styrkja við svona samtök sem að gera út á að styðja hina ofsóttu kirkju. En mér langaði aðeins að nefna, þetta eru þessar líkamlegu ofsóknir. Hér önnur síða, sjáu þið, hér regnbogafáni og hér kristinn leikari. Og hvernig stendur á því að regnbogafánin að ofsækja kristinn leikara? Jú, af því að hann stendur fyrir kristinn gildi, bara af því að hann kristinn, þá eru þessi samtök sem undir þessum fána að ofsækja hann og vilja hann út úr Hollywood. Hann hefur verið djarfur, hann hefur staðið upp fyrir sína trú og það nóg til þess að hann verður fyrir ofsóknum. Spurningin eitthvað að gerast í þessum ósýnilega heimi sem að kemur okkur við, sem við þurfum að standa upp og standa gegn, eða eigum við að láta bara plata okkur og flæða með. Hér kona sem hérna finnsk þingkona og hún undir málsókn núna í dag. Hún vann að vísu í undirrétti, eins og vinnur okkar Snorri fyrst. Hún vann í undirrétti, en saksóknari áfrýjaði málinu áfram og nú heldur málið áfram, alveg eins og gerðist hjá Snorra. Og fyrir hvað hún lögsótt? Vitið þið fyrir hvað hún lögsótt? Hún skrifaði bækling hjónabandið. Það hatursorðræða. Af því að hún sagði að það væri milli karls og konu. Hatursorðræða. Supreme Court rules Boston refusal to fly Christian flag unconstitutional. Í Boston, við ráðhúsið þar eru svona 3 flaggstengur og þar fá félagasamtök á ákveðnum degi að draga upp sinn fána. Og það hefði gerst í 50 ár eða svo að ákveðin, þetta til að styrkja ákveðin málefni í hver skipti. En nú vill svo til að það eru kristin samtök sem vilja draga upp sinn fána og þeir fengu nei. En þeir fóru í mál, unnu málið. Og sjáðu til, það sem ég að segja, að óvinnur okkar djöfullinn, hann gengur sem öskrandi ljón og hann að nota fólk allstaðar í valdastöðum til að gera ólöglega hluti. Svo þegar við látum reyna á það fyrir dómstólum, að þá verða dómstólarnir að dæma eftir lögum, jafnvel þó að dómararnir séu kannski ósammála, þá verða þeir að fara eftir lögunum og við getum staðið á rétti okkar. Þannig að ég trúi því að bæði þurfum við að standa á rétti okkar og við þurfum líka að rísa upp og biðja. Það hérna predikari í Bandaríkjunum sem heitir Mario Murillo. Hvað heitir hann, Hilmar? Murillo. Hann svona eldpredikari. Ég ætlaði að senda Snorra síðustu predikun, ég segja Snorri þú bara mjúkur miðað við hann. Nema það að þessi Murillo, hann sagði, ég hef verið ásakaður fyrir að vera pólitískur, af því ég predika gegn ákveðnum málefnum. En hann sagði líka, ef að kirkjan stendur ekki upp og best, þá verður henni einfaldlega lokað. Og þetta var hann að tala til landa sinna í Bandaríkjum Norður Ameríku. Og ég held að þetta sé alveg rétt hjá honum að ef við ætlum bara að þegja og ekki segja, að þá verður bara einfaldlega þá taka þeir yfir sem hæst hafa. Vegna þess að þeir eru ekki feimnir sem ganga hér og upphefja það sem rangt.
Hvers vegna ættum við að vera feimin við að ganga og upphefja það sem rétt? Ég man alltaf eftir honum gamla predikara sem sagði, það er ekki erfitt að gera það sem rétt. Hann ameríski, hann kom einu sinni, nú stolið úr með nafninu hans, Lester Sumrall. Það er ekki erfitt að gera það sem rétt, sagði hann. Og svo sagði hann, ég bara kyssti eina konu á ævinni. Já, veistu svolítið skondið. Það er ekki margir á þeim stað. Nefnum engin nöfn. En það er þetta að vera algáður stöðugur. Að vera algáður er að biðja og halda áfram að biðja sem kirkja og vera stöðugur. Það þýðir það að það sem ég gerði í gær, það ætla ég að gera á morgun og að ég vil berjast fyrir því. Ég vil berjast fyrir því. Það er svo fáir sem vilja berjast í dag. Það snýst allt að njóta, eins og ég sagði daginn, og á baksíðu Víkufrétta núna var njóttu. Það var eitt sem greip það og hann var að gera grín að því eins og ég og það var í sambandi við gosið. En nóg með það. Algáður og spurningin er ástæða til að biðja á þessum dögum. Ég trúi því. Ef að Guð, nú er ég búin að tala um það svo aftur og aftur, ef að Guð, hann lítur niður að himni og er að athuga hvort nokkur sé hygginn, ef það er viska í hans augum að biðja, af hverju þá ekki að biðja? Mér dettur í hug, við fórum í afmæli í gær við klukkutími að keyra inn í bæ, það 2-3 tímum og sem sagt, það fór allur dagurinn í það, fara í afmæli og það var yndisleg stund og mjög gott. Yndislegt að gleðjast með vinur sem eiga afmæli. Ég var að hugsa, ef ég hefði sett upp svona prógram og sagt klukkan 3 í Fíladelfíu, þá ætlum við að hafa bænastund og biðja fyrir landin okkar, hefði ég fengið sömu mætingu og svo sem átti afmæli í gær. Þetta er bara, ég er ekki að segja þetta til þess að vera svona með fordæmingu eins og sem ég segja, því að það má ekki fordæmi í dag. Sjáðu til, það mátti í gamla daga, þá voru allir reiðir þegar predikarinn predikari og þeir voru grýttir sumir sem voru að tala svona eins og ég tala. En sjáðu til, ég er ekki að segja til þess, ég er bara að segja, til að fá okkur til að hugsa, það er svona mikilvægt fyrir okkur að biðja, er það jafn mikilvægt eins og að fara í afmæli? Við getum bara spurt okkur. Þess vegna trúi ég því að ef við erum algáð, þá biðjum við. Og nú ætla ég aðeins að bara tala í nokkra mínútur bænalífið og nokkra bænamenn. Það er svo merkilegt við það og mér kannski, ef maður setur upp opinberunarbókina 1-5 og ég ætla bara að vitna í það, að hér er hásæti Guðs og við lesum að allt í einu verður þögn á himni. Það verður þögn á himni. Hvað er að gerast? Jú, ég ætla að segja ykkur hvað er að gerast. Bænir hinna heilögu eru bornar fram fyrir augliti Guðs í gullskál. Og Guð leggur reykjelsi við og það þagnar allt. Það þagnar allt activity, góð íslenska eða ekki. Og Guð, hann gefur gaum að bænum hinna heilögu. Síðan gerist það að bænum hinna heilögu er hellt yfir jörðina. Þannig þetta er bara eitt í sambandi við bæn. Ef þetta er svona mikið fyrir Guð, bænir hinna heilögu, ég var að segja þeim í morgun, daginn þegar ég var að biðja, þá kom til mín, ég vil taka á móti þeim bænum sem eru beðnar fyrir mér og ég fór að biðja Drottinn. Ég tek á móti öllum þeim bænum sem hafa verið beðnar fyrir mér. Ég vil ekki gera lítið úr því. Það er andi þinn og það er þú sem kemur í gegnum þær til mín. Þannig ég tek á móti þeim. Þarna var þögn í himninum, almáttugur Guð. Hann var ekki að skoða flottan bíl. Hann var ekki að skoða gos,
Hann var ekki að skoða fallegt landslag, hann var að skoða bænir þínar og bænir mínar. Og hann þagnaði á meðan. Malaki 3:16. Malaki 3:16. Drottinn hlýddi með athygli á samræður manna og rituð var minnisbók með nöfnum þeirra sem virða nafn hans. Það var, hér aftur verið að tala Guð. Hann hlýddi með athygli, hann hlustaði á hvað menn voru að tala saman og síðan var rituð minnisbók. Já, heyrðu, þessi ber virðingu fyrir mér. Þessi ber virðingu fyrir mér. Svo segir hann við öldungana, skrifum nafn þessa manns niður, af því að hann ber virðingu fyrir mér. Þannig að bænin, hún samfélag og hún þjónusta. Þetta ægilega einfalt allt saman, en ég hef búin að læra það að það er það einfaldar sem stendur í okkur. Það er ekki þetta flókna. Það er þetta einfaldar sem stendur í okkur. Bænin samfélag og þjónusta. Í 1. Mósebók 18 og eitthvað þess, þá segir Guð við Abraham, eða þá segir Guð við sjálfan sig, eða englana sem voru með honum, hví skyldi ég dylja Abraham þess sem ég hef í hyggju að gera? Af hverju ætti ég ekki að segja Abraham, ég að fara að gera ákveðin hlut, og af hverju ætti ég ekki að segja Abraham það? Og af hverju vildi Guð ekki dylja Abraham? Jú, Jakobsbréfið segir að 2:23 að Abraham og Guð voru vinir. Abraham og Guð voru vinir. Ritningin rættist, Abraham trúði Guði, það var honum til réttlætis reiknað, hann var kallað vinur Guðs. Jesaja 41:8, þar líka talað að hann hafi verið ástvinur Guðs. En þú Ísrael þjónn minn, Jakob, sem ég hef útvalið, niðji Abrahams vinar míns. Minnir að gamla þýðingin segi ástvinur. Amen. Þannig að samfélag og vinátta, bæn snýst samfélag og vinátta við einhvern sem þú getur ekki séð, en þú trúir að hann sé til, og ef þú trúir að hann sé til, þá muntu finna nærveru hans. Ég hef svo oft fundið þessa nærveru og ég hef upplifað kraft hans. Það sagt að Móse og Guð, þeir töluðu saman. Þeir áttu samfélag. Og þegar að það var ráðist á Móse, það var systir hans, hún þóttist vita betur, og bróðir hans, litli bróðir, eldri systir og litli bróðir, þau réðust gegn Móse. Hver stóð upp fyrir Móse? Móse var svona hógvær og hann svaraði ekki alltaf fyrir sig. Það var Guð. Það var Guð sem svaraði fyrir Móse. Guð, af því að þeir voru vinir. Móse gaf sér tíma til að tala við Guð. Abraham gaf sér tíma til að tala við Guð. Það er sagt að Abraham, hann reisti Guði altari. Altari staðu fórna. Sjáðu til, það að taka tíma á hverjum degi, það þýðir að þú hefur reist Guði altari. Af því að þú færir Guð þá fórn að eiga samfélag eða þjónunum á hverjum einasta degi. Það talaði Daniel, og Daniel, hann lifði á svona tíma eins og við sjáum hérna í blaðinu, þar sem að réttrúnaðurinn ofsækir réttlætið. Ég ætla að orða það bara þannig, að konungurinn hafði gefið út á skipun, og við skulum fara í Daniel 6:11, að konungurinn hafði gefið út á skipun að það mætti ekki tilbiðja hinn nema einn Guð. Og það er svolítið einkennilegt að það virðist vera í dag að þá er bara hatursorðræða ef þú gagnrýnir einn hóp. Það má gagnrýna allt og alla en bara ekki einn hóp. Það er okkar réttrúnaður í dag.
Og Daniel hafði á þessum tíma, hann lifði á þessum tíma að konungurinn hafði gefið út á tilskipun að það mætti engan tilbiðja, höfum 6:11, það mætti engan tilbiðja nema konungin einan. Eða bara við getum sagt það mátti bara tilbiðja tíðarandan. Það passar ef við viljum taka dæmið. Það mátti bara tilbiðja tíðarandan. Ekki hinn eina sanna Guð. Jú, þú mátti fara í kirkju og hafa þér yfirskinn Guðrækninnar og dansa með, en ef þú ætlar að tilbiðja hinn sanna Guð og segja hann Guð og ég trúi hans orði, að þá varst í vondum málum. Og við sjáum hér að þegar Daniel frétti að þessi tilskipun hefði verið gefin út, þá gekk hann inn í húsið. Á efri hæð hafði hann opnað glugga sem vissu að Jerúsalem og þrisvar á dag kraup hann á kné, bað til Guðs síns og veggsamaði hans eins og vandi hans hafði verið. Þannig að þegar tilskipunin var gefin út, þá skipti Daniel ekki skoðun eins og Íslenska þjóðkirkjan gerir í dag. Hún skiptir skoðun eftir því hvernig vindurinn blæs. Orð Guðs breytist ekki, sjáðu, en Daniel skipti ekki skoðun, hann hélt áfram að biðja til Guðs. Og það þýddi það fyrir Daniel að honum var kastað fyrir ljónin. Það var dómurinn. Hann var settur í fangelsi og hann var settur í ljónafangelsi. Og flestir sem lentu í þessu fangelsi, að ljónin rifuð á í sig. En sjáðu, Daniel var vinur Guðs, hann var kallaður ástmögu Guðs. Og það sem gerist hér, þegar ég las þennan kafla, að Daniel fór ekki einn í ljónagrifjuna. Guð fór með honum. Engill drottins fór með honum. Hann þurfti ekki að fara einn. Engill drottins fór með honum. Og það er þetta að vera vinur Guðs, eiga samfélag við Guð, að þegar þú ert á ögurstundu þá er Guð með þér. Daniel fór ekki einn og þegar upp var staðið þá skipti konungurinn skoðun. Hann sagði, það er bara einn Guð til og það er Guð Daniels. Það er Guð Daniels. Þannig að þegar við stöndum föst fyrir, þá breytist tíðarandinn. Hann hefur breyst áður og hann mun breytast við næstu trúarvakningu á Íslandi. Ég skal alveg lofa ykkur því. Þegar andi Guðs kemur yfir, þegar við upplifum okkar hvítasunnudag, þá mun tíðarandinn breytast. Hann mun breytast vegna þess að hann fylgir bara vindinum, hvað er þægilegast í þetta og þetta skiptið. Nú, við lesum það að maðurinn Jesús Kristur, hann í Markús 1:35, hann vaknaði snemma á hverjum morgni við sitt altari og hann bað til Guðs föður. Þannig að Jesús, hann rækti þetta samfélag við föðurinn. Einhverjir vilja halda því fram að Jesús hafi verið Guð og hann hafi komið til jarðar sem Guð. Hann gerði það, en hann afklæddist Guðs myndinni, sem þýðir það að hann kom fram sem maður. Og þess vegna lagði hann okkur línurnar að við ættum að gera það sem hann gerði. Við ættum að eiga samfélag við föðurinn á hverjum einasta morgni. Hann fór afsíðis til að hafa samfélag við föðurinn. Margir segja, ef Jesús þurfti að biðja, þurfum við þá ekki að biðja? Jú, hann gerði sig grein fyrir því og við þurfum líka að gera okkur grein fyrir því að við þurfum að rækja þetta samfélag. Ok, samfélag og við erum vinir Guðs. Bænin, samfélag og við erum vinir Guðs. Ok, við sjáum hann ekki en við trúum því að hann sé með okkur. Næsta, ég sagði samfélag og þjónusta. Þjónustan við Guð, við lesum Önnu og Símon, það var sagt að þau þjóna Guði. Hvað voru þau að gera? Voru þau að pússa glugga? Nei, þau voru að biðja og fasta.
Sjáðu, þau voru ekki að ryksuga, pússa glugga, þau voru að biðja. Það var að þjóna Guði. Og voru þau að eiga samfélag við Guð? Já og nei. Þau voru bæði að eiga samfélag við Guð, svo voru þau að þjóna honum í bæn. Þau voru eins og sendiráð. Sjáðu til. Guð, hans ríki þar og Guð hefur sendiráð hér á jörðu sem hans kirkja. Hann starfar í gegnum sitt sendiráð. Svo kemur sá tími að Guð kemur og hans ríki tekur yfir alla jörðina. En á meðan, þangað til það gerist, þá hefur Guð sendiráð og það hans fólk, það hans vinir á jörðinni, það hans kirkja, það hans brúður. Þjónusta. Það sagt að Elía, hann var spámaður drottins, hann þjónaði Guði og hann lifði á svona tímum þar sem allir hötuðu Guð og rétttrúnaðurinn var í algleymingi og þeir kölluðu Baal Guð, frjósemis Guð, og það eru margir sem að tilbiðja Baal enn þann dag í dag. En sjáðu til, þjónustan hans Elía, hún var kannski ekki spennandi, en hann bað og það rigndi ekki í 3 ár og 6 mánuði. Það rigndi ekki af því að Elía bað, hann lokaði himninum. Færeyingar upplifðu það á sínum tíma að fiskurinn hvarf úr sjónum. Nei, það var, þeir höfðu upplifað það, þeir upplifðu annað. Þeir höfðu upplifað að fiskurinn hvarf úr sjónum og hafði verið þannig í nokkur ár, en síðan upplifað þeir algjört hrun, efnahagshrun. Og það þá sem Færeyingar fóru að biðja til Guðs og kölluðu Guð vin. Og vitið þið hvað gerðist? Það kom fiskur í sjóinn. Og þetta var á árunum, minni mig 1990 og eitthvað, þetta var áður en efnahagshrunið kom hér á Íslandi. Guð svaraði bænum Færeyinga og hann gaf fiskinn í sjóinn og efnahagslífið gjörbreyttist á skömmum tíma. Danielsbókin segir okkur að það þurfi gegnumbrot til þess að Guðs ríkið komi inn í þennan andlega heim hér. Og við lesum það í Danielsbókinni að það voru englar í stríði og það var stríð í andaheiminum, svo kom gegnumbrot. Og gegnumbroti var þannig að sendiboði Guðs ríkisins, hann náði í eigin persónu til Daniels sem var hérna á jörðinni. Og þeir hittast og þá segir þessi sendiboði sem var engill: ég búin að vera í stríð í 21 dag og ég þurfti að fá aðstoð frá Mikael sem var annar engill og við hvern var hann að berjast? Jú, þetta var alltaf ósýnilegt. Engill Persaríkis sem Íran í dag, hann stóð gegn mér og ég þurfti að berjast til að komast til þín. En nú ég komin, sagði hann. Nú ég komin og ég komin með svari við þinni bæn. Og við lesum að setna rétt á eftir að þá losna Ísraelsmenn, þeir fá að fara heim aftur. Hernáminu var lokið. Og gegnumbrot, á hvítasunnudag var líka gegnumbrot. Þá kom himinin niður. Og ef við lesum hvítasunnudag þá kom stormur, það kom stórviðri og það voru eldtungur sem komu. Og bara andi Guðs kom niður og það gerðist ótrúlegir hlutir. Það var gegnumbrot. Ég trúi því, systkini, að við þurfum að upplifa þetta gegnumbrot enn einu sinni fyrir landið okkar og fyrir þjóðun okkar. Ég trú ekki að hafi verið bara fyrir hvítasunnudag eða fyrir Daniel. Við þurfum að upplifa þetta enn einu sinni vegna þess að Biblían segir að það baráttan sem við eigum í, hún ekki við menn af blóði og holdi, þetta Efesusbréfi 6:12, heldur baráttan við tignir og völd, allt ósýnilegt. En sjáu þið, það svo skrítið,
Þið getið farið í bíó og hort á þetta allt saman. Hollywood búin að fatta andlega heiminn og þeir eru að gera alls konar myndir af andlegum upplifunum og það svona hálfgerð Star Wars í andaheiminum og stríði og yfirleitt Guð ekki upphafinn þar, heldur það óvinurinn sem upphafinn. Og það alls konar myndir sem eru til andaheiminn. En Biblían segir að það til andaheimur, það eru til tignir, það eru til völd, það eru andaverur og það eru heimsdrottnar. Og í Korintubréfinu 4. kafla, 4. versi, þá segir að höfðingi þeirra, hann hefur áætlun sem að blinda huga hinna vantrúðu svo þeir sjá ekki ljósið frá fagnaðarerindinu. Þannig að hér Guð og hér Satan og mitt á milli maðurinn. Og þetta búið að vera svona síðan í aldingarðinum Eden að Guð, hann skapaði mannin, Guð talaði við mannin, maðurinn og Guð voru vinir, svo kemur óvinur Guðs og hann spillir vináttunni milli mannsins og Guðs. Þetta að gerast enn þann dag í dag. Óvinur okkar, hann blindar hug okkar, augu okkar, þannig að við sjáum ekki, menn sjá ekki eins og Guð sé til. Menn sjá ekki og skilja ekki, menn að segja að það sem óvinurinn að gera í þeirra lífi, að Guð hafi skapað þá svona. Nei, Guð skapaði ekki röngum líkama. Það af og frá. Guð skapaði í réttum líkama, en það óvinur sálar þinnar sem ræðst á huga þinn og telur þér trúum að þú sért annar heldur en að þú ert. Það óvinur sálar þinnar. Og síðan fer þú að trúa því sem stöðugt þrýst inn í huga þinn. Og þetta þessi barátta sem við eigum í. Þess vegna það að Biblían segir að sannleikurinn mun gjöra þig frjálsan. Og vitið, hvað að þegar sannleikurinn fær ekki einu sinni inngang þar sem að hann á að vera. Þá eitthvað mikið að. Þá hefur þessum tignum og völdum tekist að ná yfirráð, alveg eins og þeir náðu yfirráð yfir Adam og Evu á sínum tíma, að þeim hefur tekist að ná völdum yfir, sörga musterið eins og einhver stað segir, og ná yfirráðum yfir manninum. En það var smá hugsun, ég veit ekki hvort ég má segja það, en þið vitið hvernig með Íslam. Ef einhver snýr sér frá Íslam og verður kristinn, þá segir Íslam að hann sé bara rétt dræpur, að hann sé svikari. Og það sem ég að lesa í dag, sískinni, að þetta fólk sem að ég sá þátt í sjónvarpsþátt einhvern tímann með fólki sem hafði snúið tilbaka úr svona lífverðni að það hafði verið trans og það sneri tilbaka og það var að hjálpa öðrum sem voru að snúa tilbaka. Sem sagt, það voru þarna menn sem höfðu reynt að breyta sér í konur og nú vildu þeir aftur bara vera menn og nú voru þeir að hjálpa öðru fólki. Þeir þurftu að fela samastað sinn. Af hverju? Jú, þeir voru ofsóttir. Og ekki einkennilegt ef þú vilt snúa við og vera það sem Guð sagði þér að vera og eins og Guð skapaði þig, að þá ertu ofsóttur af ákveðnum hópi fólks. Ég vil bara skilja þetta eftir hjá okkur. Þetta með ólíkindum hvað þessi andaheimur og hvað þessar tignir og völd að gera, og þetta ástæðan fyrir því að Guð hefur sagt að ég hefur skipað varðmenn, þetta Jesaja 62, 6 og 7, ég hefur skipað varðmenn yfir múra þína Jerúsalem, þeir skulu aldrei þegja. Þetta þýðir það að kirkjan á aldrei að þegja.
Kirkjan á aldrei að þegja, hún á að vera síbiðjandi. Kirkjan á að vera í stöðugu sambandi við Guð til þess að halda yfir ráðum. Við biðjum þessa bæn, komi ríkið þitt. Margir sem biðja bænina komi ríkið þitt, þeir hafa ekki hugmynd hvað þeir eru að biðja og þeir vilja alls ekki að hans ríki komi. Þeir segja bara komi ríkið þitt, verði þinn vilji, og þeir vilja hvorki hans vilja né hans ríki. Þetta bara orðin rulla. En við sem kirkja, við viljum hafa hans ríki, að börnin okkar geti alist upp heilbrigð og þau geti fengið að vera það sem Guð skapaði þau til að vera. Og Jesús Kristur hann sagði að betra væri fyrir þann sem hneykslaði einn af þessum smælingju að vera kastað með mylnustein í hafið heldur en að hneykslaði einn af þessum smælingjum. Svo harðorður var Jesús Kristur vegna þess að hann vildi leyfa börnunum að koma til hans og hann vil það enn þann dag í dag. Þannig að þessi áætlun sem höfðingi heimsins hefur að blinda, sjáðu, fólk svo blind. Við erum talin öfgaofsatrúar af því að við þekkjum sannleikann, en ef þú þekkir lygina í dag, að þá ertu talin eðlilegur og normal. Þannig að það skiptir svo miklu máli, systkini, að vera stöðug í bæninni, biðja með þakkargjörð, biðja að Guð opni okkur sem kirkjudyr fyrir orðið, biðja að sjónvarpsrásirnar okkar margfaldist og orðið fá að ganga út til þjóðarinnar. Og það er eitt í sambandi við fyrirbæn. Ég sagði bæn er samfélag og bæn er þjónusta. Lot, ef við lesum 1. Mósebók 19:29, að þá var Lot, honum var bjargað úr Sódómu þegar dómurinn gekk yfir, en Lot, hann bjargaðist ekki bara því að hann var réttlættur eða réttlátur, og sjáðu til stundum, ég veit að fólk gæti vilja að rífast við mig þetta, eða þetta gæti orðið svona það sem maður segir á góðri enskri íslensku debate. Hann bjargaðist ekki fyrir sitt réttlæti vegna þess að ritningin segir hérna að hann bjargaðist af því að Abraham bað fyrir honum. Hann bjargaðist af því að Abraham bað fyrir honum. Þannig að þó við séum réttlætt, þá skiptir bænin máli. Þó við séum réttlætt, þá skiptir máli að við íklæðumst herklæðunum svo við fáum staðist, eins og Efesusbréfið segir. Það skiptir máli. Þannig að hann bjargaðist vegna fyrirbænarinnar. Hann bjargaðist vegna þess að það var maður sem var vinur Guðs, sem átti stöðugt samfélag við Guð, sem var stöðulega á bæn til Guðs, sem hafði reist Guði altari. Lot hafði hins vegar verið svona greinilega, hann mættist, honum er lýst sem réttlátum manni, en það er greinilegt að Abraham hafði eitthvað umfram Lot. Ég ætla ekki að segja meira en það. Við lesum í Postulasögunni, eftir að gegnumbroti varð, eftir að hvítasunnudagur kom, að þá kom ofsókn gegn kirkjunni. Jakob var hálshöggvinn. Það er þá sem kirkjan byrjar að biðja. Og það segir að Pétur var tekinn og settur í fangelsi og kirkjan byrjar að biðja. Og hún byrjar að biðja og hún biður heitt. Og ég veit ekki með þig. Ég trúi því, og nú er þetta bara getgáta, ég get ekki sagt að Biblían segir það. Ég trúi því að Jakob hefði jafnvel bjargast ef að kirkjan hefði byrjað að biðja heitt fyrr. Og kannski er það rangt hjá mér. Kannski var kirkjan að biðja. En allavega hér byrja þeir að biðja í ákveðnum tilgangi og hún biður heitt fyrir Pétri. Hvað gerðist? Guð kemur niður, það kom engill, leysti Pétur úr fangelsinu, bjargaði líf hans. Það er sagt Ísraelsmenn að þegar þeir voru alveg búnir á því, Guð, hann var búinn að tala til þeir og ætlaði að leiða það út úr Egyptalandi. Og þeir voru bara búnir, eins og margir kristnir í dag. Það er ekkert að marka þetta Guðsorð, það er ekkert að marka þennan Móse, það er ekkert að marka þennan Aron.
og þeir voru svo búnir að þeir heyrðu ekki einu sinni hvað Móse talaði við þá. Og það er þá sem að Guð segir við Móse, Móse, nú förum við í stríð, nú tala þú við Farao. Það þýðir það að Móse, hann bað fyrir þeim og svo þekkjum við söguna, þeir björguðust fyrir fyrirbæn Móse. Þeir björguðust ekki vegna eigin réttlætis eða vegna þess að Guð hafði réttlætt þá, þeir björguðust fyrir fyrirbæn Móse. Og enn ein frásögn sem ég hef sagt ykkur áður þegar spænska veikin geisaði í Afríku, að þá var þar fyrirbiðandi undir tré. Hann var í marga daga undir tré. Hann bað og hann bað og hann bað. Og maðurinn sem hét John D. Lake, hann kom stundum og bankaði í bakið á honum og sagði hvernig gengur, hann færði honum að borða, en þessi maður, hann bara bað. Það var ekki svona vináttu samfélag, hann var að berjast, hann var að þjóna Guði. Hann var að berjast fyrir Guð. Og síðan er það einn daginn kemur John D. Lake til hans og segir hvernig gengur. Og hann segir, ég held ég sé alveg að ná þessu, ef ég fengi bara smá hjálp núna, þá trúi ég þetta gangi. Og þannig að John D. Lake, hann krýpur niður, þeir voru undir tré við hlið hans, og þegar hann krýpur niður þá gerist eitthvað í andaheiminum. Nú voru tveir samankomnir og hvað sem tveir eru sammála það mun Guð veita þeim. Hinn hafði svo að hér bil unnið stríðið, en nú gerðist það. Og það sem þeir sáu, nú sáu þeir ósýnilega heiminn. Það var alveg her af illum öndum. Her af illum öndum. Og þeir byrjuðu að binda þessa anda og bjóða þeim að fara burt af svæðinu, og þeir bara eltu flóttann þangað til að, bara sá síðasti var horfinn. Hvað gerist daginn eftir? Spænsku veikinni var aflétt. Plágan leið hjá í Suður Afríku fyrir fyrirbæn vegna þess að það var einhver sem bað. Þannig að eins og hún sagði í upphafi, hún Dagný, ég held við ættum að halda þjónustu ömmu áfram. Amen. Við þurfum aðra kynslóð sem tekur upp þjónustuna sem okkar kynslóð hafði. Ég veit að Auður frænka mín, hún var líka fyrirbiðandi, og hún Gunna Magga sem var hjá ABC, hún segir frá því í minningagrein að hún var einhvern tímann í hættu stödd. Já, það segir hérna að hún gerði sér, ef ég vitna hérna niður út, ég gerði mig þó ekki grein fyrir því, en að hún hafði trúlega oftar einu sinni bjarga lífi mínu með bænum sínum, og hún er að tala hér Auði frænku. Það er alveg augljóst að Guð greip inn í kringumstæður þegar ég var á litlum trébáti á leið frá El Salvador til Nicaragua. Gunnar Magga er ABC, stofnaði ABC og er núna í leiðtogi eða í forystu fyrir CTF kirkjunni. Báturinn var dreklaðinn af fólki og farangri, öldurnar gengur látlaust yfir hann, mótorinn hafði drepið á sér og fór ekki í gang. Við vorum langt frá landi og vatnið hækkaði það hratt í bátnum að það var aðeins spurning mínútur hvenær hann sykki. Á þessari stundu var Auður vakin upp. Hérna átti drottin þjón. Og hún var vakin upp og hún fór á fætur. Næturvakt, takk fyrir. Hún var vakin upp, hrópaði til Guðs að bjarga mér. Ekki vissi hún ástandið og furðaði sig á að vera hrópa svona. En það sem gerðist var á sömu stundu var sjórinn sléttur og báturinn fór í gang. Hugsið ykkur að bænin, hún virkar, og þetta er fólk sem við áttum og þekkjum. Amen. Þannig að varmenn, við lásum ritninguna að hann hefur skipað varmenn, og við höfum svona hérna framan á kirkjunni, það er öryggismiðstöðin, og við erum reyndar ekki með þjófavarnarkerfi, en af því að stendur öryggismiðstöðin þá brýst fólk síður inn, af því að þeir trúa því að kirkjan sé vöktuð, og allt það sem að segir þetta er vaktað, að þá svona þetta svæði er vaktað. Já, býtu, hvað sagði ég vitlaust núna? Ok, ég sagði eitthvað vitlaust og það er eins og vanalega. Já, ég er í beinni útsendingu. Já,
og húsið ekki vaktað. En sko, ok, við erum samt með ósýnilega varmenn sem hafa alltaf vaktað húsið okkar. Já, þannig að þó það sé ekki vaktað þar, að þá erum við með ósýnilega varmenn sem er miklu verra að mæta heldur en öryggisþjónustunni. Halleluja. En þar sem eru varmenn, þar eru engir innbrotsþjófar, engir varmenn, allt opið. John Ramirez sem var djöfladýrkandi og frelsaðist, hann segir frá því að þegar hann var djöfladýrkandi að þá iðkuðu þeir það að fara úr líkamanum, ótrúlegt, og fljúga yfir ákveðna borgir og svæði. Og hann segir að þeir eignuðu sér landsvæði. En svo var það ákveðin svæði sem þeir komust ekki inn á. Og þegar þeir fóru að huga betur að, þá voru þetta svæði þar sem voru fyrir kristnir sem að kunnu að biðja saman. Og þeir mynduðu vegg sem þeir komust ekki yfir. Og systkini, ég trúi því að við getum myndað vegg fyrir bæjarfélagið okkar Reykjanesbæ, að hann verði fyrir réttlæti, hann verði fyrir kraftaverk og að óvinnurinn komist ekki yfir. Amen. Og síðasta ritningin, vakið því og biðið allar stundir, segir Jesús. Vakið því og biðið allar stundir, og hann er að tala endurkomuna, við megum umflýja þetta allt saman. Og bara mín hvatning taktu þér tíma. Það er ekki mikið að bænastundum í kirkjunni okkar núna, en ég trúi því að við þurfum að hafa bæna átak hér á þessu hausti. Ég trúi því að við þurfum að sjá nýja hluti gerast. En taktu þér tíma, gerðu eins og Abraham, reistu þér altari heima hjá þér og taktu tíma. Ég var að tala við fólk daginn í svona umræðuhóp og það voru flestir sem sagði, já, ég á svona samfélag við Guð einhvern veginn í gegnum daginn. Það var enginn sem sagðist, ég tek mér tíma. Sjáðu, það er talað góð hjónabönd og þá voru sagt, ef þú vilt eiga gott hjónaband, farðu þá að date með konunni. Taktu tíma, taliði saman. Takiði tíma bara til þess að vera saman til tvö og já. Þetta sama gildi fyrir Guð. Taktu tíma, vertu einn með Guði, vertu vinur hans og hlusta á hvað hann segir, hvort hann talar til þín. Það er ekki víst að hafi allir sömu þjónustu og Auður eða Kaja, en númer 1 er að vera vinur hans og þá muntu vita hvað þú átt að gera. Vegna þess að tíminn sem við lifum á, við höfum aldrei þurft meira á fyrirbiðendum að halda heldur en einmitt núna. Við þurfum á fyrirbiðendum að halda. Amen. Og við skulum bara ljúka hér. Ég ætla bara að biðja stuttabæn og ég ætla að biðja Drottinn, viltu gefa fyrirbiðendur fyrir landið okkar Ísland? Viltu Drottinn reisa upp þá sem að biðja fyrir landinu? Viltu reisa upp líka þá sem fara út með orðið þitt, Faðir Guð, og það bæn mín að næsta kynslóð, hún grípi Drottinn þessa þjónustu sem að forfeður okkar höfðu, að hún taki við keflinu, Faðir Guð, að við höfum áfram kynslóð sem þekkir þig. Það er bæn mín fyrir þessa kirkju, og það er ekki bæn mín fyrir þessa kirkju, það er bæn mín fyrir kirkjuna á Íslandi í nafni Jesú. Amen. Amen. Það byrja Snorra bara enda svo, eða hvað við gerum. Við erum komin að endi þessara stundar og ég ætla aðeins að fá að segja við ykkur að kafli 11 í Hebreabréfinu passar mjög vel við það sem að Kitty var að segja. Ég ætla að taka eitt vers þaðan eða 2. Það segir við okkur, og ekki átti heimurinn slíka menn skilið. Við erum að tala um Móse, Jósúa, Abraham, hann átti það ekki skilið. En þetta voru menn sem að þjónuðu Guði sannarlega. Og svo bætir hann við og segir, Guð hafði séð oss fyrir því sem betra var, án vor skildu þeir ekki fullkomið verða. Við
gegnum ákveðnum hlutverki. Án okkar verða þessi menn trúarinnar ekki fullkomnir. Þess vegna langar við til þess að við stöndum á fætur og við syngjum eina bæn. Davíð Psalm 51. Skapa í mér hreint hjarta og Guð. Og eftir það við segjum amen, þá förum við upp og fóum okkur kaffi. Heyrðu með því? Amen. Amen. Skapa í mér hreint hjarta og Guð. Hún 3000 ára gömul og hann í fullu gildi í dag. Megi Drottinn blessa ykkur og fáið ykkur gott kaffi. Það örugglega búið að blessa það kaffiborð. Það bíður eftir því að fá að blessa ykkur.